Góðan daginn, bræður og systur. Og hverjir eru ánægðir í dag með Guði? Hverjir eru þakklátt fyrir þessari blessun? Hverjir voru spennt? Ég var mjög spenntur þegar við vorum hér og við komum hér. Ég var mjög spenntur að sjá þennan stóran stað sem að Guð hefur gefið kirkjan. Og þetta er stórkostleg blessun. Og með bróðurinn Andrés Carrillo, þá langar okkur að sýna okkur þessari blessun. Við erum með Guði. Já, og blessaður sé nafni Guði. Og það er eitthvað fallegt hér. Og vitið hvað er það fallegasta hér? Það eru þið. Þið gerir þessi stað miklu fallega, að því börn Guðs eru falleg. Þér sé Guði. Og við erum orðlaus. Í gær vorum við í New York, í dag erum við hér í Long Island og þetta er stórkostlegt. Þér sé Guði. Og timburinn sem eða viðurinn sem á gólfinu. Ef við getum einhver með sýnt það. Þessi staður er mjög fallegur. Það er timbur sem mjög fallegt og það er kalt úti. En það er hlýja, það er hita hér og aðalega andleg hita sem við finnum fyrir, andleg hlýja sem við finnum fyrir. Og þetta er mjög fallegt. Þetta er timburhús en með stálgrunn. Það er andlega húsið okkar, börn Guðs. Og réttu upp hönd. Þau sem koma frá kirkjan á Íslandi og sem munu núna mæta hér. Við erum í Long Island sem eins og eyja sem nálægt New York og það eru 3 kirkjur hér. Það eru 3 kirkjur í Long Island. Ein sem þessi sem mun koma í staðinn fyrir kirkjan á Íslandi, eða Ísland sem sagt í Bandaríkjunum. Og þau sem eru í kjallaran, þau sem eru hérna fyrir neðan okkur er kjallari. Og þar eru cirka 150 bræður og pluss við sem erum hér uppi. Þannig að hér geta cirka 600-700 komið saman. Hversu fallegt. Og getan sem sagt eru 300 hér uppi og 150 niðri. Þér sé Guði, blessaður sé nafn hans og það er bílastæði líka. Þið megið fá ykkur sæti, bræður og systur, og við ætlum líka að heilsa upp á bræðurnir í Hempstead. Hvar eru bræðurnir og systurna frá Hempstead? Það eru svolítið margir og gefum þeim gott klapp. Og hvar eru þau sem að koma frá Hampton Bays? Hampton Bay, já, hér eru þau. Gefum þeim gott klapp líka fyrir bræðurnir og systur í Hampton Bay. Það eru 3 kirkjur í Long Island. Síðan 2010 byrjaði systir María Luisa að segja okkur að það þyrfti að heimsækja Long Island. Og ég man að hún sagði að í Hempstead var það sem að bróðurinn Mauricio byrjaði og sjáðu í dag hversu fallegt að sjá að kirkjan hefur stækkað. Þannig að þér sé Guði og ef Guð gefur ykkur þennan stað bara eins og hann hefur gefið ykkur, það er að því hann er með stórkostlega áætlun hér. Það er að það er að koma mjög mikið af blessunum og stækkum fyrir kirkjan og ég vil að bróðurinn Óskar Carrillo er að fara að segja okkur hvernig Guð skipulaði þennan blessun. Og bróðurinn Óskar Carrillo, við ætlum að gefa honum gott klapp, að því hann hefur gert stórkostleg vinnu hér í Bandaríkjunum. Bróðurinn segðu okkur hvernig þetta allt var. Góðan daginn, Guð blessi ykkur stórkostlega. Í dag voru bræðurnir að tala og trúi mér að ég er líka mjög ánægður. Ég er líka spenntur og hissa að sjá allar þessar blessanir sem að Guð hefur gefið okkur í Bandaríkjunum síðustu árin. Og því fyrsti spádómi sem að ég fekk
í Las Ferias sem hverfi í Bogota sem var frekar fátækur staður þá, 150 mann sem komu saman og Guð lofa mér þetta allt saman og ég gat aldrei gert mig grein fyrir hversu stórt þetta var. Af því að mjög stundum tíma höfum við getað séð með stuðningin Systir María Luisa og þau sem að vinna með henni höfum við séð stórkostleg stækkun og við sem erum hér sem innflytjendur á þessu landi vitum við að í kirkju, fólk reyndar að hætta að fara í kirkjum og við erum ekki með nógu mikið pláss til þess að vera með allir sem að vilja mæta í okkar kirkju af því við erum með kenningin Guðs, við erum með eina sanna kenningin og við munum hafa eitthvað mjög stutt opnunina á verkefni. Þetta var sem sagt kirkja, þetta var kristin kirkja og eins og loforðið sem að var gerð við Systir María Luisa að við myndum vera að taka yfir kirkjur sem voru nú þegar og hér er kort allar kirkjur sem eru í kringum og hér á þessum svæði sem Connecticut og New Jersey, Long Island og New York og Massachusetts við erum með 20 kirkjur af kirkju Guðs og þannig að við sjáum hvernig Guð við sjáum hvernig þessi svæði hér stærra heldur en það sem við vorum í gær en það sést ekki að því að þessum svæðum þarf að vera með bílastæði þannig að það að vera með bílastæði tekur pláss af byggingunni og í gær vorum við 1400 manns og í dag erum við hér 450 eða 500 á svæði sem stærra þar sem við vorum í gær þannig að það mjög erfitt það sem tengt bílastæði í New York mjög erfitt þannig að byggingin sjálf, við sjáum að það eru 300 fermetrar og við erum bara með þennan hér fyrir byggingin þannig að svona fundum við kirkjan og við breytum ekkert hér í því það var nú þegar allt sett frá hinni kirkjuna þannig að við sjáum hvernig aðalsalurinn var sem fyrir 300 manns og við erum með kaffistofu og klósett og síðan túlkunarklefa þannig að það aðalstofa síðan er kjallarinn þar sem eru 150 manns það var líka og þar getum við séð hversu fallegt það sem að Guð hefur kennt okkur að þau voru með barnagæslu niðri fyrir börnin við höfum það fyrir trúendur af því við vitum að það eiga eftir að koma mikið af fólki þannig að við höfum undirbúið það svo að fleiri trúendur komi hér í kirkju Guðs þeir sé Guði og þetta lóðina í heildina 40 bílastæði, við getum verið með 55 bílastæði þegar ekki en við gerðum 55 bílastæði og hér getum við séð hvernig byggingin okkar og það sem mjög fallegt að hér í kringum eru mjög falleg byggingar og hús við erum í miðpunkt eyjarinnar þannig að það mjög auðvelt að hafa aðgang að kirkjuna og allt annað sem ég ætla að segja sem mjög fallegt það verið að gera byggingavinnu á þessari götu þegar við komum að sjá það og það var mjög mikið að umferð og þeir rétt náðu að klára alls vinna sem að tók þeim 6 ár rétt fyrir að opna kirkjurinnar þannig að það bara mjög fallegt að sjá það og þetta var alltaf því að það aðalega að geta byrja að hefja biblíukenslunan til hamingju, þetta allt mjög fallegt, það fallegasta að hjartar sem að koma hér verða ríkari og ríkari og Guð blessi ykkur stórkostlega. Dyr sé Guði, komdu hér Mauricio, heilsaðu upp á kirkjuna fyrst að þú hefur verið þessi stöngnismadur hér og Guð hefur notað þig fyrir verkina hér. Bróðurinn okkar Mauricio síðan hann var barn og hann og fjölskylda hans, mamma hans og systir hans þú varst hvað, 8-9 ára cirka 8 ára þegar ég kom í kirkjuna já, heilsaði upp á kirkjuna ég held að þú ætlar að halda upp á mikrofónuna Guð blessi ykkur öll bræður og systur Guð elskar okkur stórkostlega dyr sé Guði, dyr sé Drottinn
Við klöppum fyrir Guð. Við lofum hans nafn. Og ég trúi þessu ekki. Að vera hér með ykkur og systir María Luisa, með ykkur sem eru dæmi fyrir okkur, með aðalpresturinn í kirkjuna og bróðurinn Luigi sem líka svo sem fylgir þessu svæði hér og bróðurinn Juan Carlos sem var presturinn þegar ég byrjaði og allir bræðurnir og systir Patricia og bróður Mauricio, ykkur öll, takk fyrir að vera hér með okkur og frá 2010 Guð gaf mér loforð til að vera í Hempstead þegar ég kom. Það var lítill hópur af bræðurum og systrum sem að smátt og smátt saman samkvæmt loforðinu Guðs að því Guð gefur okkur vöxt. Guð að leyfa kirkjuna að vaxa því við sáum fyrir stuttu síðan systir María Luisa predikar að við erum á nýju tímabili og Guð með okkur og Guð mun gefa kirkjuna þessari stækkun, þessi vöxt sem að það þarf. Og þetta lítið miðað við það sem að Guð hefur fyrir okkur. Það stórkostlega að sjá að þið hér frá þessu svæði, hér Ísland og frá þessu svæði þið byrjuð að koma í kirkjuna og það mikilvægast að við komum hérna til að fá andlegu gjöfum að því til að kirkjan geti vaxið, stækkað að það þarf að hafa hjarta eins og ykkar, opið hjarta sem að vil lofa Guði og ég man að það byrjaði að koma fólk frá þessum svæðum til Hempstead og ég sá að ykkur langaði mjög mikið til þess að lofa Drottni þannig að við byrjuðum að safna okkur saman meira og meira og við komum saman á hótel sem að Marriott hótel en hótelið var selt fyrir 2 árum og það var gert að kasínó og þannig að við getum ekki haldið áfram að koma saman þar og þau sem heldu áfram að koma til Hempstead við sjáum vöxturinn, við sjáum þessar afvextir sem að koma frá þessu og þið byrjuðu að leita að kirkjuna, þið leituðu að þessum fallega staði eftir að hafa kynnst Guði, dyr sé Guði. Og eftir að hafa kynnst alla þessa hluti frá Guði, ætlum við að sjá þetta ljós, við ætlum að halda áfram með vöxtunina og frá því að eiga ekki neitt, sjáu þið hvað Guð að gefa ykkur. Af því það er þess virði að leggja sig fram og systir María Luisa þetta kirkja sem að elskar þig sem mun verða þig sem að mun skilja tilgangurum að þú sért hér með okkur og af hverju þú ert leiðtogi kirkju Guðs og af hverju Guð gerir þig fallegra og fallegra á hverjum einasta degi og hann gefur þér alltaf meira og meiri þekking og meira geta til að geta leitt kirkjan okkar. Guð blessi ykkur og stórkostlega. Og það mjög mikið að kirkju þar sem að tíminn liður og hafa ekki eigin bygging og Guð vildi gefa ykkur mjög fljótlega kirkjan og þetta var eitthvað sem að koma okkur á óvart en það að segja að Guð hafði miskunn við ykkur og ég veit að það eitthvað sem að þarf að skipta okkur máli. Hverjir eru með andlegu gjafir hér? Hver eru með andlegu gjafina til að gefa handa yfirlægingu, til að gefa spádóm? Guð hefur gefið okkur allt, þannig að nú þurfum við að gefa honum meira. En allt sem við gefum Guð lítið miðað við það sem hann gefur okkur og blessaður sé nafnið hans. Dyr sé Guði. Og nú erum við enn meiri spennt á þessum stórkostlega stað til að predika orð Guðs. Og hvað eru margir með þessu loforði? Réttið upp hönd. Og hversu margir vilja vera prestar Guðs? Og Guð gefi ykkur þessari blessun. Það ekki til orð fyrir það sem að Guð gerir við kirkjuna. Við ætlum að syngja lofsang til að dyrkja Guð.
Við ætlum að syngja lofsöng 104 og 105. Það eru sem sagt 2 bækur, þannig að tölunar stemma ekki alveg, þannig að það er annarkvort númer 104 eða 105. Og við þurfum að skoða nýjasta bókina, af því þar eru ný kór sem eru mjög falleg, sem að systir María Luisa hefur innifallið, sem að hafa mikið að gera með kenninguna. Þannig að smátt og smátt ætlum við að reyna að hafa þessi nýju lög með. Þannig að við ætlum að syngja til þess að gefa Guð dýrðina. Og já, Guð, við erum hér af því þú hefur kallað okkur. Og það var allt planað í þinni áætlun, þetta var allt tilbúið í þinni áætlun og þess vegna erum við hér. Og dyr sé Guði, hversu fallegt þegar við syngjum, þegar við syngjum lofsöng eins og þennan, að það snertir hjartað okkar. Og fyrir nokkra daga það var systir sem sagði, bróðir Andrés, ég langar að segja þér eitt, ég byrjaði að íhuga eitt, við erum 7,5 billjónir. Við erum 7,5 billjónir í heiminum og Guð kallaði þig og Guð kallaði mig. Og ég sagði, já, við unnum lottóið, andlega lottóið. Og það er það sem að þið er að koma hér í kirkja Guðs. Og ég var líka einu sinni í flugvél og ég hitti prestur sem er prestur í annarri kirkju og hann sagði mér, í flugi sem að ég var, þá var manneska sem fór í kirkjuna og byrjaði að tala við mig kirkjan ykkar. Og annan dagur þegar ég var til New York, að þá hitti ég annan mannska sem mætir í kirkjan ykkar. Og svo sagði hann, og nú er ég að fara til Paraguay og þú varst
og þú ert hér og tala kirkjan. Þannig að ég sagði að þú getur ekki, Guð að leita að þér. Það ekki sem þú getur gert í þessu. Af því Guð sagði að allir sem með opin hjarta, hvar sem að manneskjan Guð allar að koma með það heim til sín. Og já, dyr sé Guði. Og hér í kirkjan upplifum við mjög fallegt sem að falleg orð. Falleg lifandi orð og það það sem að við fáum í dag þegar kirkjan byrjar að tala sem verður eins og ár með hreinum vötnum sem að mun hreinsa okkar líkama og hverjir vilja vera hreinsaðir í hjarta og líkama, hverjir vilja þjóna Guði og þið ákveðin Guði lof sé Guði og hverjir blessa Guði. Við ætlum að syngja 2 kór til að taka á móti systir María Luisa okkar hversu fallegt og ég finn fyrir gleðina sem hér á meðal líka. Og Guð mun í dag að gera sig opinbera hér. Guð að fara að gefa okkur mjög fallega hluti í dag. Og svona þarf það að vera. Þessi fallega lifandi orð sem að koma frá systir María Luisa. Sérstaklega þegar við hlustum og þegar við gerum hlutina með hjarta að þá breyting í lífi okkar og að vilja halda áfram og það það sem að gerist þegar Guð vil vera í okkar hjarta og þetta kraftaverk sem að gerist á einni stundu að þú kemur hér með vandamál eða galla og Guð tekur það í burtu. Það kraftaverk og það það sem að Guð gerir. Dyr sé Guði og við ætlum að syngja kór 162 eða 169 og það ber að titli eitthvað mjög fallegt sem heitir Ég kem til að segja þér og þetta mjög falleg kór og við ætlum að syngja það og við ætlum að segja Guði með okkar hjarta. Og takk Guð, við elskum þig og við dyrkum þig. Þetta tækifærið okkar til að segja þér. Svo þegja þig hversu mikið við elskum þig, að við dyrkum þig, að við virðum þig, að við viljum gefa okkar hjarta til þig. Dyr sé Guði. Bendito el nombre del Señor. Aplausos fuertes para el Altísimo. Gloria a Dios. Grande es el Señor, bendito y alabado. Gloria a Dios. Que estaba pensando
nuestra hermana María Luisa es la gran autora intelectual Og de ég todo lo var que að está hugsa, pasando hoy en systir día. María Luisa ¿Usted sú conoce esa sem palabra, el að autor intelectual? sem Es quien að está er á detrás de bakvið todo, allt el þetta, autor hún er sú intelectual sem er á de bakvið todo lo que estamos þetta allt sem recibiendo. að La við vamos a erum recibir con að mucho upplifa, cariño. við ætlum að taka á Nuestra móti henni. hermana, Við ætlum að taka á móti henni með gott laf og hvernig getum við ekki tekið á móti svona gáfuð og vitur kona sem að Guð hefur gefið mikla þekkingu og vit. Hér er kona Guðs, systir María Luisa. Góða kvöld, gott kvöld bræður og systur, Guð blessi ykkur öll. Og það er ekki að ég sé svo gáfuð og þekking. Heldur er það að Guð hefur gefið mér gjafir, andlegu gjafir og Guð gefur öll þessi getu og hann gefur þessi þekking og visku og allt sem að þarf til þeirra sem má hjarta sitt fyrir hann. Ég hef bara verið, hef bara verið hér til þess að predikera fyrir Guð og þegar við opnuðum fyrsta kirkjan og þegar við opnuðum kirkjuna þá var okkur sagt að við ætlum að opna mikið af kirkjum og Guð sagði í loforðum líka að við þyrftum að kaupa byggingar, að kaupa lóðir og byggingar og við skildum ekkert. En svo hefur það verið eins og Guð sagði. Guð hefur talað við mig til þess að hann hefur sýnt mér hvernig á að gera hlutina og hvað við þurfum að gera dag eftir dag og það er ekki ég sig gáðu heldur er það sem að Guð vil gefa mér. Ég hef leyft Guði að nota mig af því ég elska Guð eins og ég hef sagt við bræður og systurnar. Ég elska Guð mjög mikið og kannski er það sem að hefur virkað í lífinu mínu að Guð notar mig sem verkfæri til þess að aðstoða í mörgum tilvikum. Þannig að það getur vel verið að Guð hafi notað mig að því hann hefur verið að uppfylla mjög mikið af hlutum í gegnum tíma og hann hefur verið að uppfylla allt sem hann hefur lofað. Og ég er mjög ánægð og þegar ég syng ég með hjarta fyrir Guð og það er mjög fallegt, kannski eins og þau sem eru að túlka yfir öðrum tungumálum, eins og hér þau sem eru innfæddir og Amerikanir, hversu falleg væri ef að þið gætu kannski sungið líka á þeirra tungumál, svo að þau væru kannski líka með í að syngja lögin og allt sem er svo fallegt. Þannig að, og systurnar segja kannski, við syngjum ekki, við erum ekki söngvarar. Og þið gætu kannski sungið, ekki kannski svona hátt eins og við gerum, en að syngja bara að túlka lögin svo að þau séu líka með. Svo að þau séu kannski líka að syngja á ensku. Og það er mjög fallegt í Japan, hann sem er að syngja þar, hann tekur mikrofón, hann er að túlka og hann syngjar og hann syngur í japansku. Þannig að það eru allir að syngja á japansku en með tónlistina. En hann syngur til þeirra á japansku og ég dáist af honum af því hann er maður Guðs. Hann er maður Guðs og hann elskar allt frá Guði og hann er svo hreinskilinn og hann gerir allt. Hann hefur túlkað meira en 100 lofsöng fyrir Guð en í byrjunina byrjaði hann að syngja á japansku. Og það er mjög fallegt að sjá ef að systurnar geta líka verið með og sungið. Og hversu fallegt
væri ef að við getum öll sungið til Guðs. En Guð þarf að skilja okkur. Guð mun skilja okkur þegar við syngjum til hans og í dag ætlum við að lesa. Við ætlum að lesa sálmar í dag, mjög falleg sálm. Sálm 45. Og þetta eins og lofsöng fyrir konungin okkar. Fyrir okkar konung sem konung Dyrs, sem konung Ísraels. Fyrir þennan fullkominn konungur, réttlætur, sem að Guð talaði svo mikið í gegnum spámennina sína. Þennan fallegur konungur sem átti eftir að koma til þess að gefa frið og gleði til hjarta, til þess að gefa ljós til þeirra sem eru í myrkrinu, til þess að gefa okkur skilning, til þess að leyfa okkur að sjá réttu hlutina, til þess að hjálpa þá sem eru að labba á þessum vegum. Og ekki svo mikið, sem sagt líkamlega heldur andlega. Þessi konungur sem myndi koma að gefa okkur gleði og hamingju, og það það sem við finnum í dag. Og við erum hér sem sagt, hér í dag fyrir framan Guð, fyrir framan rétti Guð okkar, og við finnum fyrir hans andvera. Og hvað það sem að gæti gert okkur kleift að tala í öðrum tungumálum eða gefa okkur drauma eða sýnir? Hver gæti gert það ef ekki lifandi Guð? Heldur fullkominn konungur sem með okkur í dag, og þessi konungur það sem við erum að fara að lofa í dag. Að lofa í dag með að lesa þessi sálmar, og við ætlum að lofa honum með okkur alla hjarta, eins og við værum þau sem skrifuðum þetta, eins og við værum manneskjur sem voru tekin í anda til þess að syngja fyrir konungin. Og í dag ætlum við að syngja til okkar konung, eins og stendur hér í sálmar 45. Og hér stendur: hjarta mér svellur af ljúfum orðum. Og hvenær getið þið sagt Guði þessa hluti? Þegar þið sem sagt opnið Biblíuna og ykkur langar sem sagt að lofa Guð og segja fallega hluti við Guð, þá segjum við Guð: hjarta mitt svellur af ljúfum orðum. Sem sagt hjarta mitt glatt, það gleði. Og við segjum: hjarta mitt svellur af ljúfum orðum. Og hér, hann sem var að skrifa segir: ég flyt konungi kvæði mitt. Tunga mín sem penni hraðritarans. Og við gætum líka sagt til Guð að við erum að skrifa eða að tala, og að við viljum skrifa til Guðs og segja honum falleg orð, það sem í okkar hjarta. En stundum koma orðin ekki út, stundum eru orðin þar, en við erum ekki alveg með þá sem sagt tilbúna til að segja Guð, og stundum segjum við nákvæmlega sama aftur og aftur til Guðs, en Guð samt tekur á móti okkur, af því það þannig. Okkar hjarta og okkar sál geta sagt mikið til Guðs, en ekki tungan okkar. Tungan okkar sem penni hraðritarans. Við þurfum að rita hratt og fljótlega, af því sem sagt orðin sem að heilagur andurinn var að gefa var svo mikið að þá sem var að skrifa náði ekki að skrifa allt sem að heilagur andurinn sagði. Og við viljum líka vera svona með Guði þegar við erum að lofa Guði, að lofa endalaust og segja honum endalaust mikið af orðum, fallegum orðum, að segja Guði frá okkar lífi og segja Guði frá allt sem að hefur gerst í okkar líf, af því það það sem að Guð hrifinn af. Hann vill það, ekki hugsa
Ekki hugsa þannig að Guð viti allt nú þegar og það sé nóg. Hann veit allt en hann hefur gaman af því að við segjum honum frá hlutina sem að gerast í lífið okkar, að við komum fram við hann sem vinur. Sem vinur eða vinkona. Og við segjum margt við vinir og vinkonur okkar. Við segjum allt sem að gerist í lífið okkur eða það sem að við ætlum að gera okkur í lífið okkar, það sem að við viljum gera, það sem við ætlum að gera. Þetta er það sem við gerum við vinir okkar og það er sama sem að við gerum við Guð. Hann er vinur okkar. Það er það sem að Jesús Kristur sagði við postulana. Héðan í frá er ég ekki að fara að kalla ykkur blind, ég ætla að kalla ykkur sem vinir. Og ef að Guð sagði að við erum hans vinir, þá þurfum við að gefa honum dyrðina og við þurfum líka að segja honum frá lífið okkar. Það sem við gerum, góða og slæma hlutina. Ef að þú móðgæðir Guði, ef þú gefur eitthvað slæmt, segðu Guði frá því. Segðu við Guð. Af hverju er ég svona afbrýðisamur? Ég er afbrýðisamur gagnvart þessari manneskju. Mér langar ekki að mér liði þannig, en ég get ekki losnað mig við þetta. Hjálpaðu mér og Guð, hjálpaðu mér að því mér langar ekki að vera afbrýðisamur. Vertu hreinskilinn, þú munt sjá hvernig Guð mann frelsa þig. Þannig að Guð frelsar okkur og hann breytir okkur af því að hann sér okkar hreinskilni og hann sér hversu gáfuð við erum þegar við biðjum til hans. Og það er það sem ég kalla gáfu, að vita hvernig við eigum að kynna okkur fyrir Guði. Þannig að nú ætlum við að lesa, en áður en við gerum það, ætla ég að segja að heilsa upp á þau sem eru niðri. Mér langar að heilsa upp á ykkur, það er leiðinlegt að þið séu niðri og að við séum ekki öll hér uppi, en samt haldið í fókus og við ætlum að fara að rannsaka og íhuga í hluti Guð og Guð er með ykkur líka, hann er við hliðina á ykkur, ekki hafa áhyggjur. Einnig langar mig að heilsa upp á þau sem eru að fara að horfa á okkur á myndbandið. Við erum að fara og ég vil að þið sjáið það fallega sem að Guð gerir. Og þetta minnir mig á myndbandin í fortíðinnar þegar kirkjur fjölskyldunar fóru í kirkjunar á sunnudögum og það var staður sem var sem sagt í kringum bænum og með gluggana og mjög rómantist. Og þetta lætur mig hugsa myndböndin. Myndböndin fjölskyldur sem var svipað. Nema með þeirri mun að við finnum fyrir andvera Guðs. Þau bara lásu Biblíuna. Já. Í Sálmar 45. Og segir svo í vers númer 3. Þið megi lesa. Fegurri þú en mannanna börn, yndisleik útheld yfir varir þínar, fyrir því hefur Guð blessað þig að eilífu. Þannig að fegurri þú en mannanna börn. Hann var að tala hér við þennan fullkominn konungur. Og næsta vers. Ger lendar þínar sverði, þú hetja, ljóma þínum og vegsemd. Hversu falleg orð fyrir þennan Guð sem hefur dyrðina. Og vers 4 segir, sæk fram sigursæll, sakir tryggðar og réttlætis, hægri hönd þín mun sýna þér ógurlega hluti. Og þér sé Guði. Lesiði næsta. Örvar þínar eru hvestar, þjóðir falla á fótum þér, fjandmenn konungs eru horfnir. Guð að gefa konungin sinn dyrðina, af því að óvinurinn er alltaf að elda þau sem trúa á Guði. Og Guð er hér að gefa konungin sigurinn og Guð hefur verið að gefa okkur sigurinn. Til dagsins í dag, hann hefur verið að gefa okkur sigurinn. Og að næsta vers 7 stendur hér. Hásæti þitt eru Guðs hásæti aldur og ævi. Sproti ríkis þíns er réttlætis sproti
Og hér var verið að tala fullkominn Guð, þennan réttlætur Guð sem að Guð sendi til þess að ríkja yfir okkur. Og næsta vers 8, hvað er það sem að þessi konungur gerir? Þú elskar réttlæti og hatar ranglæti, fyrir því hefur Guð, þinn Guð, smurt þig með fagnaðaróli framar félögum þínum. Og hverjir voru þessi félagar? Það voru englarnir. Englarnir þegar þessi fullkominn konungur lifði með Guði í eilífu. Og þar voru englar og það stendur að Guð smurði og hafði hann í uppáhaldi meira en félagarnir hans. Og samkvæmt Hebreabréfið 1, vers 8. Einhver sem getur kannski farið án þess að missa af þessum sálma. Við förum í Hebreabréfið, kapli 1, vers 8. Ef einhver með það tilbúið, hafið þið fundið það? Hebreabréfið, kapli 1, vers 8. En soninn, hásæti þitt, ó Guð, aldir alda og sprotir réttvísinnar sprotir ríkis þíns. Þú hefur elskað réttlæti og hatar ranglæti, því hefur Guð, þinn Guð, smurt gleðinnar olíu fram yfir þína jafningja. Og það að vísa til englana. Þannig að það verið að tala hér þennan fullkominn konungur, Jesú Kristur, og hér í vers 8 við höldum áfram. Eða vers 9. Mirra og alói og kassia eru öll þín klæði, frá fílabeinshöllinni gleður strengleikurinn þig. Vers 10. Konungadætur eru meðal viðalkvennir þinna, konungsbúðurinn stendur þér til hægri handar í skrúða ofurgulls. Þannig að konungdætur eru meðal vildarkvenna þinna. Og konungsbrúðurinn er kirkjan Guðs. Kirkjan Jesú Krist, það er brúðurinn. Það er drottningin sem sagt. Og það er sagt að í fortíðina Ófir var svæði, var borg eða land. Var sem sagt staður þar sem að besta gullið var að finna. Besta gullið í heiminum. Þannig að besta gullið var gull Ófir. Við vitum ekki hvort það sé til eða það sé til með öðru nafni, en á þessum tíma það var það besta sem að maður gat fundið. Þannig að þess vegna segir hér að konungsbrúðurinn stendur til hægri handar í skrúða ofurgulls. Þannig að ástin sem að þessi konungur hefur fyrir kirkjan sín, hversu mikið haldið ósk sem að Guðs til að fullkomna kirkjuna er mikill, og hann ætlar að fullkomna kirkja þannig að kirkjan mun ekki hafa neitt, ekki blettir, ekki neitt, að kirkjan mun vera fullkomin, og það er það sem að okkur langar sem kirkja. Við viljum leyfa Guði að fullkomna okkur, við þurfum að opna hjartað okkar svo að hann getur hreinsað hjartað okkar. Þannig að það stendur að tala kirkjan og stendur hér: Heyr dóttir og nei heyra þitt, gleym þjóðinni og föðurlandi, að konungi megi reyna hugur til fegurðar þinnar, það er kirkja Guðs, því að hann er herra þinn og honum mátti að lúta. Sem sagt, hann er okkar Guð og dyr sé Guði. Og hvernig ætlum við sem sagt ekki að nýta þessa blessanir frá Guði? Við getum ekki hent þessari stórkostlegu blessun. Við viljum vera kirkjan, við viljum vera þessi brúður. Og við erum hér með þennan Ófir gullið. Þannig að það stendur hér að þeir fóru tilbaka, þeir gengu tilbaka. Og það eru sumir sem hafa verið 20 ár og síðan segja 20 ár eftir: ég er þreyttur að vera í kirkjuna, ég fer bara aftur í heiminn. Og það er sársaukafullt að sjá að eftir 20 ár
líður fólki illa og að manneskjan segir að það langar að fara aftur í heiminn. Það sársaukafull þegar þessi manneskjur þurfa að vera spámenn, þurfa að vera predikarar, þurfa að vera elli fólk í kirkju Guðs. Og það mjög dapurt að sjá svona hluti þegar fólk fer tilbaka eftir að hafa verið svo lengi í kirkjuna. Og við þurfum að vera að endast til lokunar. Og það stendur að sá sem að þraukast þangað til endans mun vera frelsaður. Og það sumir sem að vilja frekar fara eftir hlutina sem í heiminum og þegar óvinurinn setur það fyrir framan því, það skaltu minna eftir þessum loforðum sem að Guð hefur gefið þér. Ég þarf að geta komist þar sem að Guð núna og það það sem að við þurfum að gera. Og það stendur hér í vers 13, frá Týrus munu menn koma með gjafir, auðugustu menn liðsins leita hilli þínar. Og þetta tákn. Það kannski að segja að það eru kannski margir sem að vildu vera þessi brúður, þessi drottning Guðs. Og það stendur hér að þau munu koma með gjafir. Eintómskrauð konungsdóttir, perlumsett og gullsaumir og klæði þína. Þannig að það að segja að það mjög mikið af fólki sem að mun koma að biðja greiða. Þau munu vera háð börn Guðs. Þau munu koma að leita viðvera og verð frá börn Guðs. Vilja vera að leita vináttuna því allt þetta fólk vilja ekki leita að Guði og þeim gengur illa. Þeim gengur illa í heiminum og þau vilja sem að fá skjól. Og það það sem að fólk mun segja. Þau vilja koma hér að finna sér skóla meðal okkar börn Guðs til þess að finna fyrir frið og ró í þeirri líf og þeirra sáli. Þið megi lesa næsta vers. Þar sem stendur, eintómskrauð konungsdóttir, perlumsett og gullsaumir og klæði hennar. Þannig að það að segja að það sem að Guð hefur upp að bjóða til okkar, til okkar sem erum börn Guðs, það eitthvað sem ekki einu sinni englarnir höfðu. Og það stendur í vers 14. Í vers 15 í glitofnum klæðum hún leit fyrir konung. Hver það? Sem sagt drottningin. Og þegar það segir hér, dóttir og neitt eira þig, gleym þjóð þínu og föðurlandi. Og þegar það segir, eintómskrauð konungsdóttir, perlumsett og gullsaumir og klæði hennar. Í glitofnum klæðum hún leit fyrir konung, meyjar fylgja henni, vinkonur hennar eru færðar fram fyrir þig. Vinkonur hennar að segja fólk sem trúðu á Guði, voru aldrei stöði, sem opna aldrei hjarta sitt fyrir Guð. Og það sem sagt að þau trúðu á Guði og vildu ekki opna hjarta sér. En þetta eitthvað sem að gerast í fortíðina. Og því þar sem að stendur hér, meyjar fylgja henni, vinkonur hennar og fara fram fyrir þig. Þetta örugglega fólk sem að lifði fyrir Jesú Kristu, fyrir kirkja Guðs, áður en við byrjuðum með kenninguna. Áður en við byrjuðum þetta. Þannig að
það var fólk sem að hafði trú, sem að trúðu á Guð og blessuðu Guð og Guð hefur þá að þennan sérstakan stað og kannski eru þau líka þessar meyjur sem að vilja fara í kirkjuna, vinkonur. Það er sem sagt fólk sem að trúi á Guð, sem að gera það sem Guð vildi, sem að hlyti Guði og við erum með dæmi eins og Móses og Jakob og Daniel og Samuel, öll þau, Davíð, öll þau voru sem sagt manneskjur sem að hlustuðu á Guð, trúðu á Guði og voru notað af Guði og Guð hefur þau sem sagt á sínum sérstökum stöðum og þau tilheyra ekki kirkjuna, ekki brúðurinn, lambið. Þannig að það er kannski þessir vinir eða þessir vinkonur sem að munu vera, sem að eru færðar fram fyrir, þannig að sem eru leitarinn með fögnuði og gleði, sem fara inn í höll konungs. Þannig að við þegar við höldum upp á brúðkaup, erum við með gestir. Og hér er verið að segja að það eru gestir, en að þessi gestir eru örugglega fólkið sem að lifði áður en Jesú Kristur kom. Og þetta eru manneskjur sem að lifðu með Guði, eins og Jósef. Eru ekki fleiri sem að voru í fortíðina? Ísak, Abraham, Samuel, einhverju fleiri. Spámennirnir, spákonurnar, líka Móses. Við erum með marga og áður en að Guð eyðilagði heiminu voru margir sem voru þar. Og það er verið að nefna Enok og Salamek og nokkrir, en það er mjög mikið af konungur sem voru þá og mjög margir eftir að liðinu, fólki sem að var verið að kenna orð Guðs. Það var líka fólk sem að gerði vilja Guðs og sem að Biblían nefnir ekki. Þannig að það var patriarki til þess að stjórna og stjórna þess að landið, stjórna stöðina eða svæðinu. Þau gerðu yfirleitt vilja Guðs, þá þau hafi verið á þeim tíma fyrir Jesús og á þeim tíma, hvert fara þetta fólk, hvað verður þetta lið, að því þau gengum á vegum Guðs. Þannig að þetta fólk labbaði með Guði og var með Guði og ef þetta var þannig, þá var þetta því að þau voru með Guði og hlustuðu á Guði og gerðu viljan hans áður en Guð eyðilagði heiminn. Þannig að fyrir utan það að það hafi verið slæmt fólk, það var líka gott fólk í kringum og ég er nokkuð viss að það séu meyjurnar sem er verið að tala hér, þessi vinkonur sem eru með einnig. Þannig að einnig er verið að segja, þú veist, að það eru fyrir utan þau sem eru að ná að vera hjálpaðir eða frelsaðir eftir Jesú Kristu, var líka fólk sem var fyrir þann tíma sem getur vilja Guð, sem er líka að fara upp í himnin. Og þetta er það sem að Guð gerði við fólki sem var í Biblíunni í fortíðina. Þannig að fólk gerir það sama í dag, gerir þennan brúðkaup, heldur upp á þessari veislu. Þannig að við vitum að við munum eiga sérstakan stað með okkar Guð, að við erum að fara að vera brúðina og að við erum kannski að við erum þá kannski aðeins hærra en Móses og Abraham, að því við erum ekki gestinir, þeir eru gestinir samkvæmt Biblíuna og eru vinir konungin. Og eins og Jóhannes, hann sagði, ég er vinur brúðurinn. Þannig að hann sagði aldrei að hann var í trúendur og það er það sem að gerðist við Jóhannes. Þannig að líka þar, á þessum brúðkaupin munum við sjá Jóhannes sem gestur.
Og við verðum hvað? Við verðum sem kirkja, við erum sem brúður með mikið af gulli og fallegum steinum sem eru þessi andlegu gjafir sem að Guð hefur upp á að bjóða fyrir okkur. Og við getum ekki farið eftir þessa hluti sem að líta út fyrir að vera skemmtileg og gaman sem út í heimi. Við þurfum að hugsa það sem að Guð búið að lofa okkur sem í þessu eilífa lífi. Og það stendur hér í vers 16, því megi lesa það, 17 fyrirgefðu. Í stað feðra þinna komi synir þínir, þú munt gjöra þá höfðingjum land allt. Þannig að í stað feðra þinna komi synir þínir, þú munt gjöra þá höfðingjum land allt. Allt þetta nýtt land. Og muniði eftir að það stendur einhvers staðar hér að Guð mun setja okkur á nýtt land. Það verður nýtt land og nýtt himinn. Og þetta nýja landið og nýja himinn erum við byrjuð að upplifa með okkar líf með Guði. En þetta er ekki allt saman. Við þurfum að sjá þetta að fullu. Við vitum ekki hvort að en örugglega Guð í hans vald. Kannski mun Guð endurnýta jörðina og við munum búa hér eftir það. Ég veit ekki, við vitum ekki hvar við munum vera, en við munum vera ekki efnilega, líkamlega, þannig séð, heldur andlega, í andleg líkama og það verður kannski það að fullu. Kannski munum við þá vera á þessum nýjan himinn að halda upp á þessu brauðkaupi. Það er daginn sem að Guð mun koma og bjarga okkur. Við vitum ekki hvernig það er, hvernig eilífa lífið verður, en hvernig sem það er, hvort það sé hér í jörðina, hvar sem það er, þá munum við njóta af þessu með honum. Þannig að það mikilvægasta er að við munum lifa í andan og við munum lifa hamingjan. Og það stendur hér í vers 17. Í stað feðra þinna, vers 18, ég vil gjöra nafn þitt minnisstætt öllum komandi kynslóðum. Þess vegna skulu þjóðir lofa þig aldur og ævi. Og hversu stórkostleg lofur frá okkar Guði að segja að hann ætlaði að gera nafn þitt minnisstætt öllum komandi kynslóðum. Þannig að nafn Jesú Kristur, nafn Guðs mun aldrei vera strokað út af þessum heiminn. Ekki trúarbrögðin, ekki vísindi, ekki tæknina, ekkert mun stroka nafn okkar Jesú Krist sem sonur Guðs, sem fullkominn konungur, sem predikarinn og frelsarinn, sem þessi eini vegur sem að leiðir okkur að eilífa lífi, það mun aldrei vera út. Og Guð segir hér, ég vil gjöra nafn þitt minnisstætt öllum komandi kynslóðum. Við erum búin að vera hér í meira en 2000 ár og Guð hefur ekki leyft nafninu sinna að vera strokaður út. Okkur konungur, okkur frelsari. Heldur, en hann er ennþá á og heimurinn vill eyðileggja, hefur reynt að eyðileggja það og hefur ekki gert það. Fyrst mun Guð eyðileggja fólki sem að vil gera okkur mein, eða fólk sem að vil eyðileggja verkið hans, og þau sem að vilja eyða nafni Jesú Krist, það er aldrei að fara að gerast. Og hann segir hér, í enda, þess vegna skulu þjóðir lofa þig aldur og ævi. Þannig að það er að segja allir munu heyra, allir munu hlusta Guð og þeir munu vita af Guði. Og þau sem ekki vilja það, Guð mun eyðileggja það.
Þannig að dyrðina sé fyrir okkar Guð. Við ætlum að syngja fyrir Guð kór sem er kallað lofið Drottinn og við ætlum að gefa Guði dyrðina og Guð blessi orð sitt. Það er númer 80. Kór númer 80. Señor, poderoso Rey. Rey Santo, aleluya, gloria al Rey. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová, aleluya, es para siempre, amén. Gloria a Dyr sé Guði, dyr sé okkar konung. Blessaður nafn Guðs, því megi fá ykkur sæti og nú ætlum við að byrja með nokkrum spurningum. Góða kvöldi, systir, Guð blessi þig. Trúðu mér að það er ánægja í mínu hjarta að hafa þig svona nálægt. Sérstaklega hér á þessum stað og þessari eyju þar sem ég hef verið í meira helminguna af ævinni. Ég er mjög glaður. Ég er mjög glaður að geta verið hér og fyrir sirka 13 árum. Ferðaðist ég alveg nánast 3 klukkutíma. Ég byrjaði að ferðast klukkan 3 og kom síðan aftur heim 12-leytið. Það var það og þess vegna er ég svo ánægður að geta eignast stað hér. Þetta var draumur sem hefur ræst í mínu lífi hér í Long Island. Mér langaði líka að segja þér, systirinn, að fyrir mig ert þú minn móðir og Guð hefur sýnt mér það að draumum. Og ég hafði draum þar sem að ég sá þig að bakinu eða þú veist það var kjóll sem að mamma mín notaði og þegar ég fór að knúsa þig í draumnum mínum það varst það þú, sem sagt ekki mamma mín en það varst þú í kjólnum hennar og Guð hefur sýnt mér það. Við ætlum að lesa Jesaja 9. Vers 7. Mikill skal höfðingjadómurinn verða á friðurinn enga endataka hafa sæti Davíðsar í ríki hans. Hann mun reisa það og efla með réttvísi og réttlæti héðan í frá og að eilífu. Vandlætin drottins allsherjar með þessu til vegar koma. Ég var með draum, systir, þar sem að Guð
sagði við mig að predikera réttlæta. Og ég hafi sama draum og Guð segir við mig í draumnum að spyrja. Að predikera réttvísi og réttlæti. Hér að tala Jesaja verið að tala það. Þannig að hér verið að tala ríki sem var í 430 ár, sem var það sem tók þangað til að Jesú Kristur kom. Þannig að mér langar bara að vita hvað það átti við með ríki. Ríkið þegar við segjum Rómverjaríkið, hvað þýddi það? Rómverjaríkið var ríkið sem var að stjórna allan heiminn. Og það stendur að ríki undaðist í 500 ár, Rómverjaríkið, og ríkið þýðir, ríki yfir það þau sem að ríkja einhverju svæði, að stjórna svæði, þess vegna það kallað ríki. Og kirkjan Guðs sem ríki, því Guð sagði, Jesú Kristur sagði, farið að predikera fagnaðarerindi til allra víða heiminn, predikið fagnaðarerindið, og þegar við erum að predikera fagnaðarerindi víða heiminn, erum við að predikera yfir ríki sem allan heiminn, og það það sem ég var að segja að fagnaðarerindið mun vera hlustaður í öllum stöðum í heimi. Þó að allir snúi sér ekki til Guðs, að þá munum við predikera það. Og það að hafa andlega og fólk og ef við byrjum að ríka í heiminum, og fólk vil ekki trúa, að þá á það að vera, þá það samt sem áður undir vilja Guðs, af því Guð ákveður öllum. Þannig að þess vegna segir Guð hér að við munum ríkja yfir í himnum, og það ríkið konung Jesú Krist, og það segir hér að allir munum fara undir þessa óskir Guðs, og að þjóðirnar og það stendur í Biblíunni að ríkir munu ganga undir vilja Guðs, og kannski eru margir sem að vilja ekki snúa sér til Guðs, en munu þurfa að fylgja hlutina sem að Guð hefur sett, að lifa samkvæmt það sem að Guð hefur áætlað. Þannig að það að fólk hefur í raun og veru engan vald þannig séð, að því það gerir Guðs vilja, eða það sem að Guð setur og ákveður í heimni. Og þegar fólk segir að Guð ekki til, þegar það verða stormar eða þegar það koma þessi hlutir og skjálftar og alls konar svona, að þá fer fólk allt í einu að biðja til Guðs, og þegar það eldgos, þá byrjar fólk að biðja til Guðs eða bara einhver andvera til að stoppa þessa hluti. Þannig að fólk alltaf undir vilja Guðs, og að fólk segja að það trúir ekki á Guð, það eru hlutir sem við stjórnum ekki. Það eru hlutir sem eru náttúruleg, sem enginn getur stjórnað. Hver að fara að gera það að verkum að það hætti að snjóa allt í einu á ákveðnum stað. Það ekki sem að fólk getur eða vísindi eða tækni. Þetta náttúrulega, og þetta allt háð Guði. Fólk getur ekki fengið svör við að sjá þessa hluti. Og það það sem að þau byrja að segja. Fólk kannski einhver andvera, kannski einhver andi. Hvað það sem að gerast? Að við getum ekki stoppa snjóri, við getum ekki að stoppa stormar. Og það sem sagt það sem að Guð á við að ríkið, þetta sé ríkið okkar. Þannig
Orðið Guðs mun alltaf vera predikera, þó að séu 5 manns, 1 eða 5 manns, en orðið Guðs mun alltaf vera í heimnum. En ef við lesum í vers 6, því að barn oss fætt, sem Jesú Kristur. Það stendur hér, því að barn oss fætt, sonur oss gefinn, á hans herðum skal höfðingjadómurinn hvíla. Nafn hans skal kalla undraráðgjafi, Guðhetja, eilífðar faðir, fríðar höfðingi. Þannig að þetta var Guð að tala í gegnum munninn Jesaja og hann sagði að það myndi koma einhver í heimnum til þess að predikera og hann yrði kallaður undraráðgjafi, Guðhetja, eilífðar faðir og fríðar höfðingi, af því hann sonur Guðs. Þetta Guð sjálfur sem tekur yfir og verður sem kom til þess að vera maður, til þess að vera meðal fólki. Þannig að fólk getur ekki sagt að Jesú Kristur hafði verið bara einhvers konar maður, bara eins og öll hinn. Hann var sonur Guðs og þess vegna stendur hér, nafn hans skal kalla undraráðgjafi, Guðhetja, eilífðar faðir, fríðar höfðingi. Og það að segja að nafnið hans mun verða þekktur við heiminn, alls staðar í heiminn, og það munu margir hlusta og heyra og vita af Guði, af því það vilja Guðs. Þannig að nú allir við halda áfram með hennar spurning. Góðan daginn, systir Marlísa, ég með spurning í Biblíuna í Opinberanir, kapli 3, vers 10. Þar stendur að því að þú hefur varðveitt orðið þolgæði mitt mun ég og varðveita þér frá reynslustundinni sem koma mun yfir alla heimsbyggðina til að reyna þá sem að jörðinni búa. Og mér langar að vita hvað á við þolgæði. Þolgæði sem að Guð hefur fyrir okkur, að gefa okkur svo mikinn tíma til að undirbúa okkur. Eða það þolgæði sem að við þurfum að hafa í okkar lífi til að þola erfiðleikum og pröfunar sem koma og til þess að halda áfram að vegum Guðs. Hvað það sem hann á við í þolinmæði hér á þessum versi? Ok, þannig að þú ert að gera spurningin þinn með grunni í vers 10, þar sem að stendur. Þetta sem sagt skilaboð til Fíladelfíu og það stendur hér í vers 7. Og engli safnaðarins Fíladelfíu skalt þú rita. Þetta segir sá heilagi, sá sanni sem hefur lykil Davíðs, hann sem liggur upp svo að enginn læsir og læsir svo að enginn liggur upp. Og það verið að tala hér sérstaklega kirkjurnar á þeim tíma. Á þeim tíma og það stóð þó að þú sért að það var mjög erfitt sem þetta predikera fagnaðarerindið á þeim tíma og Guð sem sagt segir þú hefur lítinn mátt, þú hefur varðveitt orð mitt og ekki afneitað nafni mínu. Það var mjög erfitt. Það var mjög erfitt á þeim tíma að predikera. Það var mjög erfitt á þeim tíma og það voru margir sem að gengu tilbaka eða sem að hættu við að því það var mjög erfitt að predikera. Það var verið að elda þeim út allt. Og þannig að þau fóru alltaf skref tilbaka og þess vegna gaf Guð Jóhannes sýnir hér sýnir það sem að yrði, sem að myndi koma og það sem að Guð gerði, þetta var sem dæmi fyrir næstkomandi kynslóðina sem að myndi líka fara í gegnum erfiðleika, sem að myndi líka upplifa svona hluti, svo að hver og einn gæti passa upp á sig og haldið áfram og þetta sem sagt hjálpar okkur sem dæmi að sjá að þau fór líka gegnum erfiðleikum og þau segja okkur haldu áfram og vertu sterkur og þegar hann segir hér í vers 8 þú hefur lítinn mátt og hann heldur áfram vers 9 ég skal láta nokkra samkundu Satans sem segja sjálfa sig vera gyðingar eru það ekkur heldur ljúga ég skal láta það koma og kasta sér fyrir fætur þér og láta það vita að ég elska þig og það stendur í vers 10 að því þú hefur varðveitt orðið þolgæði mitt og þolgæðir hann að tala sem sagt fagnaðarerindi. Hann verið að tala hér fagnaðarerindi, hann er ekki að tala hér neitt annað heldur, hann að segja
varveit orðin þolgaði mitt, hann að tala fagnaðarerindi og hann segir, ég mun varveita þig frá reynslustundinni, þannig að það kom mjög mikið að erfiðleikum og það að segja að þau sem voru að predika á þessum tíma fóru gegnum mikið að erfiðleikum þá og þetta allt virkar fyrir okkur. Það virkar fyrir okkur og hjálpar okkur og að því það stendur í vers 10 að því þú hefur hann segir hér fyrir göðum að sjá hann segir að hann mun gera okkur að grunnatriðum í hans kirkja, hann mun gera okkur sem stuðningsmenn sín. Sýstin er að tala þolinmæði. Guð hefur þolinmæði við okkur, já, en það eru takmörk. Það er ekki endalaust þolinmæði sem Guð hefur, þannig að það er að segja, ef við fyllum glasið eins og við segjum, að þá vill Guð ekki hafa þolinmæði og koma refsingarna, þannig við getum ekki verið endalaust að synga og biðja Guð fyrirgefðu og hafðu þolinmæði, ég held áfram að gera hlutina, Guð fyrirgefðu, hafðu þolinmæði, nei, það kemur stundar sem að Guð hefur fengið nóg og hann fær nóg að þessu og refsar okkur, þannig að við þurfum að vera vitund, við þurfum að hafa viti og þekkingu og það er að gefa Guð fyrsta sæti í öllu sem við gerum. Og einnig í þeim hlutum sem að mér finnst gaman að gera og ef ég er að gera eitthvað sem að móðgar Guð að þá hætti ég að gera það svo ég sé ekki að móðga Guði, alltaf að gefa Guði fyrsta sæti í lífið okkar, skiptir einhver máli hvað það er. Við ætlum núna að ljúka, við ætlum að syngja kór til Guðs, við ætlum að syngja kór sem að bera að nafni, þetta er kirkjan Guðs og það er kór 55. Þetta er kirkja Guðs. Við ætlum að syngja og við ætlum síðan að biðja til Guðs til þess að biðja Guð að hafa miskunn af okkur og að gera kraftaverk og að frelsa okkur, að gefa okkur óskir sem eru í hjarta okkar. Við ætlum öll að biðja Guð það og að þakka honum fyrir þennan kirkja, fyrir þennan stað sem að Guð hefur gefið okkur til þess að lofa nafn sitt. Og blessaður sé Guð almáttugur. Takk ó Guð, takk Faðir, heilagur Faðir. Takk himlegur Faðir, við viljum þakka þér fyrir þennan stað sem þú hefur gefið okkur, sem þú hefur gefið bræðurnir hér á þessum stað, að þau munu loksins eiga stað til þess að koma saman, til þess að lofa nafn þig, til þess að læra kenninguna, til þess að læra vegir þínar. Takk ó Guð fyrir miskunnina sem þú hefur, takk fyrir þennan stórkostlega blessun. Blessaðu þennan stað, ó Guð, gerðu það heilagt, taktu það frá fyrir þig, líka svo að allar kynslóðunar munu koma hér saman og komi hér saman til þess að lofa lifandi Guð, til þess að lofa sanni Guð sem er til. Verð þú, ó Guð, að blessa hverjum og einasta bræður og systur sem eru hér á þessum staði. Verð þú að blessa þessum stað, verð þú að frelsa
ó Guð, svo allir sem koma hér séu hér til þess að lofa nafn þitt, ó Guð. Takk fyrir þessari stórkostlegu blessun, takk og Faðir minn heilagur, nú langar mig að biðja fyrir þig, ó Guð, að rétta út hönd þína til þess að frelsa þá sem eru með keðjur, þeir sem eru bundnir. Verð þú, ó Guð, að slíta þessar keðjur, að taka í burtu seiðiskraftin og galdrar sem hafa verið gerðar á móti fólki þínu, ó Guð. Verð þú að frelsa og lækna andlega og líkamlega. Verð þú að taka í burtu að öll þessi andleg veikindi og verkirnir og veikindi og krabbameinið og öll þessi ólæknanleg veikindi, veikindi í blóðina, í hjarta, í liðirnar, í taugunum, það sem fólk sem veikt í beinunum, í baki, verð þú, ó Guð, að rétta út höndina, verð þú að frelsa bræðurnar og systurnar, verð þú að taka í burtu og gigt, verð þú að lækna liðirnir, ó Guð, og frelsaðu bræðurnar og systurnar. Verð þú að leyfa þeim að ganga á þínum vegum og lampa á þínum vegum til þess að vinna fyrir þig, til þess að þjóna þér. Verð þú að gefa gleði og hamingja í hjarta þeirra. Verð þú að gefa þeim frið og heilagur Faðir. Verð þú að blessa með þinni blessun. Verð þú að stoppa óvinurinn og ekki leyfa honum að setja gildrur í okkar lífi, ó Guð. Taktu í burtu efarnir og óttan, ó Guð. Verð þú að taka allar þessar hlutir frá okkur. Verð þú að frelsa okkur, hreinsaðu okkur, frelsaðu okkur, minn Faðir heilagur. Dýrt sé þínu nafni að eilífu. Takk, ó Guð, sem að lífir, sem að ríkir í eilífu og að eilífu, ó Faðir minn. Blessaður Faðir, við viljum blessa þig, við viljum lofa þig, við viljum gefa þér heiður, við viljum lofa þér, ó Guð, við viljum gefa þér heiður, ó blessaður Faðir minn. Verð þú, ó Guð, að gefa okkur gleði og hamingja í okkar hjarta, því þú ert hér með okkur, ó Guð. Halleluja, þú ert hér, ó Guð, Faðir minn, dýr sé þínu nafni, blessaður Faðir, blessaður sé þínu nafni, dýr sé þínu nafni, ó Guði, heilagur og drottinn. Jörðina fullt af dyrðina þína, ó Guð. Hjálpaðu okkur og gefðu okkur þekkinguna af þinni trú, af þinni orð, miskunnina þína sé að eilífu, kærleikin þín og ástindan þína sé líka hér við okkur. Takk fyrir miskunnina þína, takk fyrir þolinmæði sem þú hefur, og blessaður Faðir minn, blessaður Faðir, heilagur Faðir, heilagur, ó Faðir minn, og dyrðina Guðs komi hér með máttin þinn, með þinn mátt, ó Guð. Verð þú að senda mátt, ó Guð, með vald heilögum andans, ó Guð. Verð þú að koma, verð þú að senda vald, sendu eld, ó Guð. Takk, ó Guð mitt. Verð þú að blessa bræðurnar og systurnar sem hafa komið hér. Verð þú að blessa þeim, gef þeim gleði og hamingja. Verð þú að læknaðu þeim og frelsaðu þeim. Gerðu kraftaverk og tákn eins og þú hefur lofað það, ó Guð. Blessaður Faðir minn, almáttugur Guð, þú sem getur allt, ó Guð. Takk Faðir minn, takk og halleluja. Dýr sé þínu nafni, Faðir minn, dýr sé þínu nafni, ó Faðir minn. Almáttugur Faðir minn. Verð þú að senda krafta, verð þú að senda vald og kraft frá þér, ó Guð. Verð þú, ó Guð, að koma með vald. Dýr sé þínu nafni, ó Guð. Dýr sé konungi, dýr sé Faðrinum.
El Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú danzar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, y su gozo sin medida Él te da. Gloria a mi Señor, alabado. Dýrs í þínu nafni, ó Guð, að eilífu. Við viljum þakka Guð fyrir blessanir hans. Takk, bræður og systur. Það verður bráðum næst þegar ég sé ykkur. Guð blessi ykkur öll og njótið frá þessum stað og Guð blessi ykkur öll og gefi ykkur andleg blessanir og mjög mikið andlegum gjöfum. Guð hellir andan sinn við ykkur. Guð blessi ykkur öll, þau sem eru líka í kjallaranum niðri, þau sem eru að horfa á myndbandi. Les dé muchos dones espirituales para que le sirvan a Dios. Gracias, hasta pronto. Blessunum.